Kristján Ár Kristjánsson, hann í hópnum hjá þér, Donni, hann hefur svolítið verið svona út og inn í íslenska landsliðinu en ég veit ekki, kannski langt síðan hann var í lokahóp númer 1, hann hefur svolítið verið að koma inn kannski á miðjum mótum ef maður svona rifjar þetta upp. Er hann að koma inn á kostnað þess að Þorsteinn Leó er úti? Já, það er einn af hlutunum sem spilaði inn í það að hann kem inn í þetta. Viggo hefur verið að glíma við meiðsli og kannski ekki segja að hann sé bara smá laskaður og það getur alltaf farið í báðar áttir, svoleiðis hlutur og eins kannski Ómar búinn að vera að spila gríðarlega mikið undir miklu álagi, þannig ég vildi kannski bara aðeins hafa kannski varnagla á því. Eins bara eins og segir, spurningamerki á Þorsteinn Leó, þá fannst mér mikilvægt að hafa einhver 18 klára sem væri það búin að vera með okkur allan undirbúningin ef Steini ekki með og svo bara einhver aðri hluti sem getur gerst. Ég hef alveg valið Donna nokkrum sem áður, hann var með okkur allan tíman 2024 og var þá allt stórmótið og ég fekk ekki mikið af mínútum allt það og ég hef alveg farið yfir það líka með honum og Ómar og Viggo hafa verið, einhverju leyti mínir menn og verða það alveg áfram og það ekkert grafið í stein og menn þurfa alltaf að delivera en einhver plan þarf að hafa og einhvern veginn þarf að nálgast þess að fáu æfingar og fáu leiki og einhverju þarf að forgangsraða en ég vona bara að hann setji pressa á það og er svo bara tilbúinn í þau hlutverk sem hann fær og svo eins og ég sagði líka á fundinum þetta með að setja Ómar á miðjuna sem ég vildi hafa sem option og hvort ég grípi til þess eða hvort það verður þörf á því verður bara að koma í ljós en ef út í það fer þá held ég að það geti alveg verið sterkt að hafa Donna.